Geir Jón Þórisson ætlar að nafngreina þingmenn sem hann telur hafa stýrt mótmælendum í búsáhaldabyltingunni í nýrri skýrslu sem hann vinnur nú að málið. Hörður Torfason segir ummæli Geir Jóns Þórissonar þátt þingmanna í búsáhaldabyltingunni að vera lygi. Engin utanaðkomandi hafi stýrt mótmælunum við Austurvöll. Geir Jón vinnur nú að skýrslu aðgerðir lögreglunnar í byltingunni. Jóhanna Margrét Gísladóttir. Geir Jón Þórisson yfirlögregluþjónn var gestur í þættinum Sprengisandi hjá Sigurjóni M. Egilssyni á Bylgjunni í morgun. Þar sagði hann meðal annars frá reynslu sinni á búsáhaldabyltingunni og honum hafi sárnað hversu pólitísk mótmælin voru. Hann segir að þeim hafi á tíma verið stýrt af þingmönnum inni í Alþingishúsinu þannig að mótmælendahópurinn hafi hreyfst til eftir skipunum innandyra. Það voru þarna gerendur á sviðinu sem að voru framalega í stjórnmálum og það enn í dag og ég gerði það sem ég gat til þess að tala við þingmenn og við fólk sem að stóðu næst og baðum að þarna yrði átekið. Umræða af þessu tagi hefur áður komið upp og hefur nafn Álfheiðar Ingadóttur þingmanns Vinstri grænna meðal annars komið upp. Hún hefur neitað þessum ásökunum og hafði meðal annars þetta málið að segja þegar umræðum rannsókn og þátt þingmanna í búsáhaldabyltingunni fór fram. Að halda því fram að svo sem hér stendur eða aðrir nafngreindir þingmenn Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hafi stjórnað tilfinningum og mótmælum og aðgerðum þeirra þúsunda sem hröktu hér vanhæfa ríkisstjórn frá völdum, það lítilsvirðing við þessa þjóð. Hörður Torfason, forsvarsmaður búsáhaldabyltingarinnar, segir Geir Jón fara með rangt mál. Henni hvergi stjórnað af einum að neinu nema mér. Og að tala það að einhverju aðrir hafi verið að stjórna búsáhaldabyltingunni hrein lygi. Það er sama hver sem það segir. Geir Jón vinnur nú að skýrslu fyrir lögreglustjóra aðgerðir lögreglunar í búsáhaldabyltingunni. Í þeirri skýrslu mun hann fara nákvæmlega yfir atburðarásina þegar byltingin stóð sem hæst og nafngreina umrædda þingmenn. Yfirlögregluþjónn vill að rannsókn fari fram á aðgerðum þingmann sem hafi stýrt mótmælendum fyrir 3 árum þannig að þeir veittust að lögreglumönnum bak við Alþingishúsið. Geir Jón Þórisson yfirlögregluþjónn tilur að rannsaka hefði átt athæfi þingmann sem stýrði mótmælendum þannig að þeir veittust að lögreglumönnum bak við Alþingishúsið í janúar 2009. Lögbrot sé að hvetja til árása á lögreglu. Mótmælin á Austurvelli 20. og 21. janúar fyrir 3 árum voru mjög hörð. Þessa daga töluðu einn eða fleiri þingmenn sem inn í þinghúsinu voru í síma við lykilmenn í hópi mótmælenda og áttu þátt í mótmæla aðgerðunum. Ég held kannski fyrst þetta væri nú svona eitthvað tilfinning eða eitthvað ímyndun hjá lögreglumönnum en ég fekk það svo staðfest frá mönnum innan hús, innan Alþingis að þetta hefði verið staðreynd. En það var einhvers konar stýringu að ræða? Já, það er svo ég sagði, það var það. Hvað teljiði að þingmennirnir hafa verið að segja mótmælendur? Mönnum fannst svona verða hreyfing á mótmælendum. Það er verið að stýra þeim eitthvað til á svæðinu. Þarna þann 20. þá eins og almennt var að fyrst til að byrja með þá var fólk yfirleitt fyrir framan Alþingi. En þennan dag og kvöld að þá var fólki mest að bakvið og reynda að brjóta rúður í glasskálanum og mestu átökin urðu þar. Á þessum degi, til dæmis 20. janúar 2009 eru með einn stærri mótmælunum hérna við þinghúsið og lögreglumennir lögðu sig í lífshættu við að verja þinghúsið. Þess má geta að Geir Jón í framboð til annars varaformann Sjálfstæðisflokksins. Hann vill ekki nefna nafn þingmannsins eða mannanna en á sínum tíma gagnrýndu þingmenn meðal annars þáverandi dómsmálaráðherra samskipti Álfheiðar Ingadóttur þingmanns Vinstri grænna við mótmælendur. Svona atvik þarf að rannsakast og þetta getur verið auðvitað brot á því að það er ef einhver hvetur til eða ræðist gegn opinberum starfsmanni eða eins og lögreglumanni við skyldustörf sín, það er mjög alvarleg brot. Geir Jón segir ákveðið hafi verið að rannsaka málið ekki frekar. Finnst þér þetta að gera meira með það? Já.